Að lokum tekur til máls hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það ástæða til að þakka fyrir sumpart ágæta umræðu, en hvað varðar mótbárur þeirra sem að hafa haft allt á hornum sér varðandi áformum skuldaleiðréttingu og framkvæmd hennar, þá verð ég að segja að það hefur dregið verulega úr áhyggjum mínum af því að stjórnarandstaðan geti mikið þvælst fyrir, eða sá hluti stjórnarandstöðunnar sem að hefur verið þessu andvígur, vegna þess að helstu gagnrýnendur þessara tillagna og framkvæmdar þeirra mættu algjörlega tómhentir til þessar umræðu, og ekki hvað síst háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, sem að virtist bara fálma eitthvað út í loftið í ræðu sinni hér áðan. Háttvirtur þingmaður hélt því fram að síðasta ríkisstjórn hefði einmitt lagt áherslu á að skapa almennar og skýrar leikreglur. Það var beinlínis stefna síðustu ríkisstjórnar að gera það ekki. Hún vildi beita sér með sértækum aðgerðum og talaði gegn beitingu almennra aðferða við að fást við skuldavanda heimilanna. Háttvirtur þingmaður hélt því líka fram að samráð við stjórnarandstöðunnar hefði verið aðalatriðið í öllum aðgerðum í þágu skuldsettra heimila. Og síðasta ríkisstjórn hefði lækkað skuldir heimilana 200 milljarða króna og gleymdi eins og sumir aðrir algjörlega því að það var fyrst og fremst Hæstiréttur Íslands sem að koma að því að lækka skuldir heimilana á síðasta kjörtímabili, þó að ríkisstjórnin svo reynir nú að eigna sér það allt saman. Og svo var því haldið fram að það hefði heilmikið verið í vændum ef menn hefði bara haft meiri tíma, og þá gleymist að forystumenn síðustu ríkisstjórnar héldu sérstakan blaðamannafund til að tilkynna það að nú væri búið að gera allt sem ætti að gera vegna skuldavanda heimilanna. Virðulegur forseti, verst var þó að hlýða á háttvirtan þingmann Árna Pál Árnason reyna að halda því fram að ekkert hefði staðist í áætlun framkvæmd þessa máls, að svo dagur færðist sífellt fjær að kynntar yrðu niðurstöður. Þetta bara vitleysa. Það hafa allar tíma áætlanir í þessu máli staðist og ljóst að þær munu standast. Þess vegna heldur aumt að lýsa því síðan yfir að við vitum ekki hvort það nokkuð komið fyrir áramót. Ég var að rekja það hér í upphafi þessari umræðu að vinnan gengi vel, hún væri samkvæmt áætlun. Svoleiðis að það er nú lítið hægt að gefa fyrir svona málflutning. Augljóslega, eins og kom fram í allri umræðu í aðdraganda kosninga, þurfti að afla gagna og undirbúa þessar umfangsmiklu aðgerðir. Það var ekki deilt. Okkur Framsóknarmönnum var meira að segja legið á hálsi fyrir það að vera að kynna tillögur, vera með stefnu í kosningum sem að væri ekki hægt að framkvæma fyrir en að undangenginni undirbúningsvinnu að kosningum loknum. Fyrir þetta voru við gagnrýnd aftur og aftur og aftur. Síðasta vígi gagnrýnanda flokksins og þessara tillagna hans var að flokkurinn væri með tillögur sem að menn vissu ekkert það hvenar yrði hægt að framkvæma. Svo daginn eftir kosningar og áfram að einhverju leyti þessar umræðu leyfa menn sér að halda því fram að það hafi bara strax daginn eftir kosningar átt að koma ávísun inn bréfalúguna hjá fólki. Þetta er náttúrulega ekki uppbyggileg eða gagnleg umræða stefnu, hvað þá svona stórt og mikilvægt mál. Það er að vísa í það að því hafi verið haldið fram í einni færslu á Facebook að framkvæmdin kæmi strax, það er að segja áhrifin kæmi strax á skuldir heimilanna. Og það þá tekið algjörlega úr samhengi við þá umræðu sem þá var í gangi. En hún var nefnilega svo að háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, hafði haldið því fram með því að snúa út úr orðum háttvirts þingmanns Frosta Sigurjónssonar að Framsóknarmenn ætluðu eftir að tillögurum yrði hrint í framkvæmd, að láta líða 20 ár þangað til að lokið yrði við framkvæmdina. Það var útskýrt af mér og öðrum að þegar að leiðréttingunni yrði hrint í framkvæmd þá kæmi hún til áhrifa strax, en það tæki ekki 20 ár eins og háttvirtur þingmaður hafði reynt að komast að niðurstöðum á mjög sérkennilegan hátt. Virðulegur forseti, aðalatriðið hér er
að þrátt fyrir að það sé vissulega rétt að þau fyrirheit sem voru gefin í kosningunum hafi verið mjög stór, þá liggur nú fyrir að allt samkvæmt áætlun við framkvæmd þeirra fyrirheita. Allt samkvæmt áætlun, eða ætlar einhver að leggjast gegn því að þegar ráðist í skuldaleiðréttingu sem hægt að halda óhikað fram að verði sú mesta sem nokkurs staðar hafi verið á, allavega á síðari tímum, að þá sé eitthvað óeðlilegt við það að leita til sérfræðinga, að vinna undirbúningsvinnu. Eru menn á móti rannsóknum, varfærni, faglegum vinnubrögðum? Það getur ekki verið, virðulegur forseti, jafnvel þeir sem eru andvígir hugmyndinni, og háttvirtir þingmenn Bjartrar framtíðar mega þó eiga það, þeir eru bara andvígir hugmyndinu þetta, en þeir þó styðja fagleg vinnubrögð. Virðulegur forseti, hér allt samkvæmt áætlun og ekki seinna vænna að unnið sé skipulega og vel að því að koma til móts við skuldsett heimili núna 5 árum eftir efnahagshrunið, þegar skuldir fyrirtækja, ef allt meðtalið, hafa lækkað helming, 4.000 milljarða. 4.000 milljarðar afskrifaðir hjá fyrirtækjum. Verulegur hluti gengistryggðra lána, myntkörfulána heimilanna afskrifaður eftir dóm Hæstaréttar, á meðan að sáralítið hefur gerst hjá þeim mikla fjölda heimila sem eru með verðtryggð lán. Og vegna þess að hér voru nokkrir þingmenn háttvirtir sem spurðu fyrir hverju þetta? Þetta fyrir, eins og lýst í stjórnarsáttmála, alla þá sem urðu fyrir tjóni vegna eins ófyrirséða verðbólguskots áranna 2007 til 2010. Þá sem urðu fyrir áhrifum af því á verðtryggðum fasteignalánum sínum, óháð því hvað hefur gerst í millitíðinni. Og þar verið að klára að koma til móts við hóp sem hefur verið vanræktur í 5 ár, á meðan að reynt hefur verið að bæta úr stöðu ýmissa annarra. Það ekki seinna vænna að við framkvæmum þetta nú og gerum það faglega og vel.